Og við förum í þriðja lið sem að fundarboð, umsóknir styrki og boð þjónustu. Og það Veraldarvinir frá 5. janúar 2014, óskum samstarf. Og síðan sveitarstjóri hefur gert ráð fyrir að vísa erindinu eitthvað. Ég ætla ekki sveitarstjóri gera nánari grein fyrir því hvert á að vísa því. Já, það spurning hvort að við viljum eitthvað nýta okkur Veraldarvinni og hvort við viljum að senda þetta á atvinnu eða samgöngu hálendisnefnd. Þeir Veraldarvinir hafa verið að hjálpa til við stígagerð og ýmislegt fleira. Þannig mér datt í huga að senda það til þeirra nefnda, kannski fleiri en einna sem að tilheyra eða eru hjá okkur í sveitarfélaginu. Til skoðunar. Veraldarvinir vinna afskaplega merkilegt starf að mörgu leyti og þetta vettvangur sem ungt fólk í mörgum löndum hefur notað sér til þess að fara í heimsóknir til annarra landa og vinna sjálfboðavinnu í ýmsum þörfum verkefnum. Þannig að það mjög gaman að taka þátt í samstarfi við þau, ég hef reynslu af því, en ég benda á að það kostar þó nokkuð að taka á móti þeim. Það þarf að sjá þeim fyrir gistingu og fæði og flutningi milli staða allavega innan sveitarfélagsins. En ef að verðu verkefni eru til að þá getur það alveg verið þessu virði. Ég mæli með því að þessu verði vísað til tveggja nefnda, það atvinnu- og menningarmálanefndar og samgöngu hálendis- og umhverfisnefndar. Því að þau verkefni sem að Veraldarvinir hafa verið að sinna eru á málefnasviði beggja þessara nefnda. Orðið lust. Steindór Gjörðsson. Ég styð þetta heilshugar. Ég hef séð það á störfum og var í Hveragerði, unnum mikið þar í svona ýmisverkefni, þjóðverkefni, en ég veit ekki hvort það væri rétt eins og þjónustumiðstöð að hafa stað fyrir, sem sagt, af því að nú náttúrulega hefur kannski nefnt utan eitthvað takmörkuð fjárráð, eða ég veit ekki hvað best að senda þetta, en það allavega ágætt að senda þetta í þessar tvær nefndir. Við höfum náttúrulega húsnæði eins og bara verið því hvað bæ og skóla þar og víða, þannig að ég finnst þetta besta mál að nýta sér þetta fyrir kannski fæði og húsnæði. Það gott mál. Guðfinna Gjörðsson. Já, bara að bæta þið við, kannski mátti ekki fara á heimasíðuna líka, því það getur líka verið einkaaðilar sem að vilja nýta sér þetta og það nokkuð dæmi þess að þannig að fólk sjá þetta bara. Styð það. Heimasíðu ef einkaaðilar vildu nýta sér samstarfið Veraldarvini. En ég myndi vilja bæta við þarna samþykkt að vísa erindin til atvinnu- og menningar, málanefndar og samgöngu hálendis- og umhverfisnefndar til umsagnar. Ef einkaaðilar vildu nýta sér samstarf við Veraldarvini. Sáttu þessa einfarslu? Þá var að liðu 3.2, það er Samband íslenskra sveitarfélaga frá 8. janúar 2014, málstofa hlutverk tónlistarskóla í skóla framtíðarinnar. Þetta fundarboð og þetta í næstu viku, ef ég man rétt. Ég er ekki með þetta uppi og stjá hjá mér en... Já, til í næstu viku. Það ekki? Þetta með næstu dagsetningunum? 20. Nei, ég manna ekki alveg. Ég leiði mér að vísa þessu til fulltrúa okkar í stjórn tónlistarskóla Rangæinga. Ef að hann vildi nýta sér að fara á þessar ráðstefnur. Hvar þetta í fundargögnum? Ég ætla að leita þessu 24. janúar. Á 24. Það 24. janúar, það þá ekki fyrir inn í annari viku hjá.
Nú, ég leita því síðar, en það er ástæða fyrir þá sem áhuga kynna að hafa að sætja þessa málstofu. Þarna er svona byrjunartaktur í því að móta nýtt hlutverk tónlistarskóla og hugsanlega breytta stöðu. Þannig að það er gott að fylgjast með þróun á því sviði.